Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í nýjasta þáttinn af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins ræði ég við hann Stein Jóhannsson sem er rektor menntaskólans við Hamrahlíð. Hann á ótrúlega merkilega sögu en hann segist vera hreyfifíkill og á 7,5 árs tímabili þá hvíldi hann ekkert. Hann sem sagt hreyfði sig daglega í 2737 daga og hann taldi ekki einu sinni göngutúra og lyftingar með. Þó hann æfi ekki á hverjum degi lengur, þá hann einstaklega hreyfiglaður maður og segist vera nammugrís sem elskar tölur og tölfræði, sérstaklega í tengslum við íþróttir. Í dag hvetur Steinn alla til þess að vera dugleg að hreyfa sig, finna sér hreyfingu við hæfi, hreyfingu sem veitir manni ánægju, en ekki láta dagafjölda, mínútur eða klukkutíma að ná tökum á sér. Þá komið að þakkaræðinu minni, en ég hveti ykkur til þess að hlusta af því að það svo dýrmætt að eiga svona góða samstarfsaðila á kantinum sem gera mig kleift að halda þessu hlaðvarpi gangandi. Það Nettó, það Heilsuhillan og það Spíran. Heilsuerla og Heilsuhillan halda áfram í samstarfi. Og hérna í frá verður svona áhersla á vöru mánaðarins eða vörumerki mánaðarins og í október ætlum við að leggja áherslu á Better You vörurnar. Og Better You til dæmis vítamínspreyin eða munnúðarnir sem ég hef oft talað og ég nota hverjum einasta degi og gott bragð til að bæta heilsuna. Og Better You sprayin eða vítamínúðarnir einmitt heilsuvara vikunar í Nettó. Nettó býður upp á ótrúlega mikið magn af gæðavörum og vítamínum en það sem ég líka búin að kynnast nýlega húðvörurnar frá Englamark. Það alveg ilmefnalausar og litarefnislausar. Þannig að bæði handáburðurinn, dagkrem, svona hreinsi klútar, alls konar sem að fara ótrúlega vel með okkur og góð fyrir umhverfið. Ég hveti til þess að fara í Nettó og skoða úrvalið af Englamark vörunum. Að lokum langar mig að þakka Spírunni, en fyrir ykkur sem ekki þekki til eða nýbyrjuð að hlusta á hlaðvarpið, þá Spíran minn uppáhaldsveitingastaður. Hann staðsettur í Garðheimum, í glænýju húsnæði í Álfabakka og þetta svo kósí og fallegur staður. Þú getur bæði fengið þar dýrindis hádegismat frá klukkan 11 en líka kvöldmat. Og ég held ég hef bara aldrei fengið neitt sem að mér finnst ekki geggjað. Og ég ekki að grínast. Þannig að ef þið vantar hugmynd að veitingastað til þess að fara á, þá mæli ég með Spírunni. Notalegt, fallegt umhverfi og góður matur. Hjá mér í dag hann Steinn Jóhannsson, rektor við menntaskólan við Hamrahlíð. Velkomin. Já, takk fyrir. Við erum búin að vera með þetta lengi í hvað segir maður? Þetta búið að vera lengi í farvatninu að hittast og tala ýmislegt sem tengist íþróttum og hreyfingu. Algjörlega. Þú nefnilega átt aldrei merkilega sögu sem maður má kalla svona hvað bara hálfgerða æfingafíkn. Já, ég á svona langa sögu. Ég byrja að æfa íþróttir ekkert svo rosalega ungur, geri það eiginlega úlingsaldri en hefur alltaf með svona áráttu fyrir þjálfun og daldi upptekinn að tölum og það hefur kannski einkennt svona minn æfingaferil í gegnum tíðina og oftar en ekki hefur það bitnað árangri. Svona þegar maður horfir tilbaka og orðin aðeins svona vitrari. En ef þú lýsir sjálfum þér, hver Steinn? Ég heiti Steinn Jóhannsson, alinn upp í Þykkvabænum í Rangárvallasýslu og ólst upp við að hlaupa á eftir rollunum og þótt ekkert skemmtilegur en að elda mjög lengi þannig að oftar en ekki þá voru það farnar að fróðufella því að mér hafði ansi gott úthald. Jaha. Og hafði gaman af öllum íþróttum, fótbolta, körfubolta og svo flytt ég í bæinn á úlingsaldri, alinn upp hjá ömmu og afa í Þykkvabænum og svo fer ég í bæinn og flytt til móður minnar og þar byrja ég að æfa íþróttir og það lá svona beint við, ég aðeins breytti mig á fótbolta í KR en á sama tíma byrjaði ég frjálsum og hlaupin tóku strax
yfir og byrjaði þá ungur í IR hjá Guðmundi Þórarinsinni sem var nú einn þekktasti frjálsíþrótta þjálfari landsins sem áratugi. Þannig að hann lá svona beinast við þá 15 ára því ég svona byrja að keppa í hlaupum að þetta yrði mín framtíðagrein. Og fannst þið strax spennandi að fara að keppa? Var það svona? Já, ég einn af þeim sem að sko keppnin gefur æfingunum tilgang. Okay. Og það má kannski segja svona alla tíð hef ég æft til að keppa. Ég verð að hafa einhverja svona stóra gulrót en svo hefur líka gulrótin verið að æfa sem mest, æfa sem flesta daga eða klukkutíma, ná sem flestum kílómetrum. Þannig að þetta svona brýst út í svona nokkur mismunandi útgáfum. Þannig að ég þarf alltaf að hafa þessa gulrót og eins og ég var sem barn, þá var ég hafði ég mikla hreyfiþörf, varð alltaf að vera að gera eitthvað og átti erfitt með að sitja kjur. Þannig að ef ég væri í skólakerfinu í dag og væri ungur piltur, þá hugsa ég væri nú örugglega stimplað með einhverja svona athyglisröskun. Þannig að ef að kennararnir voru duglegir að dæli með verkefnum og þá var ég duglegur að vinna en leið og ég var búin með verkefnin og þá var voðin vís, þá fór ég að trufla. Það er gaman að því. En svo varstu kennari lengi þegar ekki áður og varst rektor? Jú, ég hóf kennslu þarna 96 en hafði reynda kynskennslunni í Bandaríkjunum þegar ég var svona það kallað teaching assistant, graduate assistant, það sem ég var að hjálpa prófessornum mínum með rannsóknir og þurfti nokkur sinnum að stökkva inn í kennslu, þannig að ég kynntist í þar á milli 92-94, hafði verið í háskóla í Bandaríkjunum og hafði að vera að keppa þar fyrir háskóla í hlaupum. Já, fórstu út vegna íþróttana? Já, sko, ég eftir framhaldsskóla þá fór ég í Háskóla Íslands og þar 1 vetur og svo fer ég sem skiptinám að vegum Háskóla Íslands til Flórida og keppi þar og býðst í kjölfarið skólastyrkur í gegnum hlaupin. Og þar sem ég hafði verið að keppa mikið á Íslandu og í Evrópu og verið í landsliðinu, þá átti ég alveg ágætis tíma sem að voru nógu góðir til að komast á fullan styrk og ég hafði svo sem aldrei hugleitt þetta áður en ég fór til Bandaríkjanna. Ég langaði bara að pröfa eitthvað annað. Þannig að ég endaði á að vera í Bandaríkjunum í 5 ár í að keppt í 4 ár fyrir háskóla og svo var ég í námi, tók bæði bakkalárgráðu og meistaragráðu þar. Og þar kynnist í kennslunni og þegar ég kem heim til Íslands 94 haustið að þá var stefnan tekin á kennsluréttindanám sem ég fór í hausti 95-6 og svo hef ég bara verið í skólakerfinu frá þessum tíma. Yeah. En segi gjarnan að ég er búin að vera í skólakerfinu frá 92 þar sem ég var að vinna í háskólanum í Louisiana, Northeast Louisiana University eins og hann hét þá. Finnst þér það að hafa farið svona erlendis í nám og æfingar, heldur að það hafi mótað þig öðruvísin ef það hefur verið bara á Íslandi? Svona einhverju leyti þá er ég alveg viss þetta hafði jákvæð áhrif. Maður sá hversu frábær aðstæðan var í Bandaríkjunum og gott að æfa, mikið lagt í íþróttirnar. Heima á þessum tíma var ekki komið frjálsíþróttahöll, það voru fáir vellir utanhús, þannig að maður svona skynjaði að þarna var miklu betra umhverfi búið íþróttafólki sem vildi ná árangri, þannig að þetta var alveg frábær tími að vera líka í góðu veðurfari. Það var, voru sunnalega í Louisiana, þannig að nokkur hópur Íslendingar sem stundaði nám og veðri var náttúrulega dásanlegt og það var kannski það sem maður sá alltaf í hillingum en svo er ég nú komin á þann stað í dag að ég segi að veðrið er ekkert endilega stærsta breytan þegar kemur að því að ná árangri í íþróttum. Nei, einmitt. En finnst þér þetta að vera mikið breytt í dag, aðstæðuna til íþróttaiðkunar á Íslandi? Já, ef við horfum á frjálsar, þá erum við með 2 frjálsíþróttahallir á Íslandi og þær eru nokkar á Norðurlöndum, en ef við myndum deila frjálsíþróttahöllanum á Höfðatölu, þá eru við með flestar frjálsíþróttahallir og frjálsíþróttavelli á Höfðatölu á Norðurlöndunum. Okay. En það mætti alveg bæta í og aðstæðan í mörgum íþróttagreinum er framúrskarandi. Við erum með fleiri sundlaugar en flest önnur lönd í heiminum. Við erum með fullt af íþróttahúsum, yfirbyggða knattspyrnuhallir og frábæra aðstöðu í svona vel flestum greinum. Akkurat. Hvað tók svo við þegar þú komst heim frá Bandaríkjunum? Þá fór ég að kenna og kendi í upphafi í 2 vetur í Öldutannskóla samhliða því að kenna í menntaskólanum í Kópavogi og svona að hlaupa alltaf í og með. Þá eignust okkar fyrsta barn, ég og Súsa eiginkona mín 94 og þá var maður að æfa með
minnir að ég hafi farið á smáþjóðleika 95 og ég er svona ekkit ég er svona eitthvað upptekinn af æfingum en ég var alltaf að gera eitthvað hjóla eða hlaupa og hafði alltaf þessa mikla fíkn og ég þannig persóna mér líður illa ef ég hef ekki hreyft mig við daginn þannig að en svo verður svona ákveðin kúvending svona eftir 2000, ég byrja að æfa sund 2002 og ég á þessi tímabili hafði ég bara verið að hlaupa og skrokkurinn maður finnur það alveg búin að hlaupa mjög mikið æfina, kefti eitthvað jújú og hafði alltaf svona einhverjar gulrætur elda annarkvort götuhlaup, kefti lítið á brautin á nokkra tímabili en svo verður svona viðsnúningur 2002 því ég ákvað bara að byrja að æfa svona garpasund eins og það kalla þá var ég þreyttur á að horfa á Helgurut, mín elstu dóttur á sundlaugabakkanum á æfingum þannig að ég hellti mig bara út í sundi og tók það náttúrulega bara fullum krafti og varð mjög upptekinn af því og svo seinna meira þá uppgöta ég þríþrautina og kemur svona nokkrum árum seinna en strax á þessum árum þá ég rosalega upptekinn að ég æfa mikið og næheld í árangri í sundin af því að ég fer að æfa 5-6 sinnum í viku og stundum 7 sinnum og að hlaupa alltaf eitthvað á móti og þetta skrásetti maður allt sko, það var nú lengi vel til svona æfingadagbók á netinu sem var hlaup.com og þar var maður alltaf að keppast að vera í efsta sæti og svo þetta hafði svona alltaf blunda í mér að skrásetti allt, þegar ég var ungur þá skrásetti ég allt í stílabækur og skrifa æfingadagbækur og var að gera árið upp og telja kílómetrana. Byrjaði strax bara sem strákur. Og alltaf þegar ég var að hlaupa í sveitinni þá var alltaf þessi keppni tíma. Þannig ég var alltaf verið mjög upptekinn af tímum og svo náttúrulega á þessum árum voru ekki til enn úr sem voru að mæla vegalengdina, maður var alltaf áætla hvað maður var að hlaupa og svo svona í seinni tíð þegar maður var að fara að hlaupa sömu hringi þá sá maður að maður bara nánast svona 90% nærri þessari vegalengd sem maður var að hlaupa þannig að maður hafði mjög góða tilfinningu fyrir hraða þannig að kannski eru öll nútíma úr að eyðileggja þetta og svo var náttúrulega eitt gott í hlaupin þegar maður var að æfa hvað mest og tók mikið æfingum maður þurfti að leggja alla millitíma og tíma og minni þannig að þetta var svona góð æfing þegar maður var að hlaupa var maður stöðugt að reikna hvað maður að fara að enda á í tíma núna lítur maður bara úrið og getur jafnvel séð svona predicted time eða áætlaðan lokatíma þannig að þetta svona kemur rosalega sterkt inn í mig þegar ég er ungur að æfa mikið og hlaupa marga kílómetra. Hvaðan heldur þetta keppniskap komi? Það kannski, sko, pabbi minn er mjög mikill keppnismaður og kannski kemur þetta frá honum en ég held þetta sé bara eitthvað sem að kom í mig sem barn. Ég held þetta sé nú ekki í erðunum en hver veit. Þannig að ég bara elskaði að keppa og tækifæri voru náttúrulega mjög fá í sveitinni. Ég held ég hef keppt á einu móti þegar ég var 10 ára á einhverju móti á hestavellinum á Hellu í 60 og 600 metra hlaupi. Ég man að ég hljóp man ennþá tímana sko 2:10 600 og 10:4 60 þannig að ég er mjög góð með ártöl, þeir liggja vel fyrir mér og tímar en það fór ég í sagnfræði þannig að ég svona finnst tímalínur mjög skemmtilegar. Þannig að og sömur vinur minna var sagt sko ég veit ekki tíma minn en steitt mannan þannig að spurðu hann Þannig að þú manst ekki bara þín eigin tíma og manst líka annar Já, ég hef svona gaman að því og þess vegna þegar ég er að horfa á hlaup í sjónvarpinu þá finnst mér svo gaman að sjá millitíma því að þá sér maður getur maður reikna bara í huganum hver verður cirka lokatímin og við sjáum Sigurbjörn Árna að gera þetta mikið náttúrulega þegar hann er að lýsa frjálsunum ég er alveg á sama stað þegar kemur á tímunum Þannig að þetta er svona dálítið skemmtilegt og ég segi alltaf sko að hlauparar í dag þeir missa svo miklu eins og maður var kannski að taka 10x400 eða 6 kílómetr einhverjar svona intervalæfingar þá mundi maður tímana, fór heim og skráði það en núna er þetta bara allt í úrinu þannig að það er eins með símanúmer fólk bara er hætt að muna símanúmer að þetta er allt í minnin á síman maður mann öll gömlu númerin Já Þannig að ég svona er rosalega upptekinn á tölum leið og ég byrja að skrásetja þetta. En þetta tekur mig kannski ekki í miklu mæli fyrir en að ég byrja svona og eftir 2000 þegar ég fer í sundið og svo versnar þetta þegar ég fer í þríþrautina. Þessi æfingamania. Já, varstu þá bara að æfa hverjum einasta degi. Hvað var þetta margir dagar? Sko ég æfði þarna í 7,5 ár sem eru 2737 dagar.
og þetta 7,5 ár en Óbrotið, sem sagt. óbrotið, misti ekki einn einasta dag úr og gerði ansi mikið svona á þessum árum. Maður kannski hjóla 10.000 kílómetra ári, synda 500 kílómetra og hlaupa 2-3.000 og jafnvel meira. Vá. Eða svona yfirleitt 2-3.000 kílómetra. Og fyrst þegar ég byrjaði á þessu þá setti ég mér kannski markmið nú ætla ég að æfa í ekki missa dagur í 1 mánuð, svo hvað 2 mánuður og þegar ég það bila náminu fyrsta ári þá veikist ég. Fæ svona rosalegan hita og á leiði í sund með rúmlega 39 stiga hita og eiginkona stöðvaði mig í þegar ég var að fara út. Hún sagði þú ferð ekki í sund svona veikur. Þannig að þá var ég komin með 364 dag og var að ná árinu og þá truflaði það en ég var bara ennþá staðránari því að náði næsta ára á eftir, auðvitað var ég ógeðslega söktur en þá setti ég mig strax bara fyrsta markmið, ég ætla að ná 1 ári og svo þegar ég var búin að ná 1 ári þá hugsaði ég, reynum við 2 ár og svo þegar ég er búin að ná 3 árum þá var ég alveg ákveðin í því ég ætla að fara í 5 ár, það er markmið. Wow. Og yfirleitt var þetta þannig að þetta varð að vera hlaup, hjól eða sund. Ef að ég fór að lifta eða gera einhverja öðruvísæfingar þá taldi það ekki með sem æfing eða ganga. Nei, það varð að vera eitthvað af þessum 3 íþróttagreinum. Já. Og þetta var náttúrulega bara fáránlegt, maður var kannski að keppa seinna meir þegar ég var að keppa í játkalli að taka æfingu daginn eftir þá var maður að drepast í skroknum og yfirleitt var sund fyrir valinu. Þannig að mixta hreyfingin. Já, mixta hreyfingin. Og maður gat alltaf gengið stundum eftir játkallana. Ég tók 4 játkalla. Þannig að þetta var orðin dálítil pína. Hvað finnst þér þetta í dag? Mér finnst þetta náttúrulega bara klikkun og maður hefur náttúrulega verið að lesa, ég las eitthvað sem var búin að hlaupa daglega í 50 ár, en hann miðaði bara við að hlaupa 1,5 mílu sem er mjög stutt. En ég miðaði alltaf við 30 mínúna hreyfingu á dag. Þannig að ég hef sagt stundum við vini mína sem voru að gagnrýna mig fyrir þetta, þá segi ég að hvíld æfing, þú fer kannski líka og syndir bara eitthvað ofur rólegt í hálftíma. En svo náttúrulega var maður ofta að ferðast vegna keppna, maður fór erlendis að keppa og þá beitti maður kannski ýmsum brögðum í stundum að því á nóttinni, kannski 2, 3, 4, fór út að hlaupa, yfirleitt var það svona það sem var fyrir valinu og stundum, ég man eftir, ég minnir að ég hafi 2 æft frá einum sólarhring til annars, kannski hjólaði stuttlu og svo eftir miðnætti þá fór ég út að hlaupa. Þannig að þetta kom líka fyrir, þannig að maður og svo þegar maður var að fara í flug þá hafði maður náttúrulega áhyggjur af því hvað að gæti flugið fallið niður, eða maður hangandi í flughöfninni, hvað gerir maður þá? Var þetta bara streituvaldur? Þetta var orðið streituvaldandi og þetta var kannski var ég ekkert að ná þeirri hvíld sem ég þurfti á að halda fyrir keppnir og það er nú sagt að til dæmis eftir játkall og þurfur mánuð til að jafna þig og oftar en ekki að tóki því róli í vik og svo að maður komin á fullt aftur. En hvernig var með meiðsli og svona? Lentir ekkert í offþjálfun eða? Ég hef örugglega fengið svona einkenn af því. Ég man 1 árið fór ég í hnéaðgerð og þá hjólaði ég nokkra vikur inni bara á öðrum fæti og gerði svo fullt af líkansæfingum. Þannig að þetta var erfiður tími en svo gat ég fara að synda mjög fljótlega og þá syndi ég bara með fótakút. Og þessi hnéaðgerð, var hún á þessu tímabili, langa tímabili sem þú varst að æfa? Já, hún var á því 1 árið, svo lendi ég í því 1 árið að þá handleysbraut ég mig, datt og það sem ég gerði þá að þá til að synda og syndi ég bara með gifsið upp úr plastað og syndi með aðra hendi eða syndi bara á fótum. Og ég man ég þurfti nokkru sinnum að láta skipta gifsa þegar komið svo vond lykt í gifsið. Kona mín, ég var með hendina út af rúmbríkinni og kona mín var að kvarta yfir alveg skelfileg lykt, það er eins og að sé eitthvað að rotnin í gifsinu. Já, maður svitnar og dauðar húðfrumur. Svitnaði alveg örugglega nokkur hressilega og þannig að þetta var náttúrulega bara galið en svo var ég nú bara í sundi daginn og sá einn synda með gifs, þannig að ég vil meina að ég er ekki eini skrýtni Íslendingurinn. En hvað var það til þess að þú hættir? Ég fann það bara að leiðu þetta játkallavesinn minkaði. Ég fer í síðasta játkallin 2011 sem ég tók, ég var bara búin orðin slitinn í hnjánum, búin að fara í 2 hnéaðgerðir, var á leiði í seinni. Já.
Þá hugsaði ég með mér, heyrðu, ég ætla bara að nú bara hætti ég þessari vitleysu og þá tók ég það upp að taka 1 hvíldardag á mánuði, ég reyni þá að hjóla, hlaupa eða synda og ég reyndi að hleypa eiginlega ekkert í dag, ekki neitt, nánast. Okay. Þannig að ég læt hitt tvennt duga, en svo ég fann að ganga mjög mikið, en þannig að ég svona ekkert upptekinn æfingum í dag eins og ég var, en samt brennur þetta ennþá í kollinum. Já, finnur það bara að þú ert ekki búin að hreyfa Já, ég finn eirðalaus, það. Já, eins og núna ég kannski ég syndi og hjóla dálítið mikið og mér finnst alveg nauðsynlegt að reyna að ná að hjóla alla dag í vinnuna. Ég nota það mikið sem æfingar, hjóla til og frá vinnu og lengi gjarnan og svo fer maður í sund á kvöldin, þannig ég kannski að hreyfa mig frekar mikið með við svona kannski flesta. En mér finnst skrokkurinn ónýtur ef ég næ ekki að hreyfa mig mikið. Hann líka kalla eftir hreyfingunni. Og kannski minn veikleiki að ég mjög latur að teygja og þyrfti að vera duglegri að sinna þeim þætti. Þannig að ég hugsa með hækkandi aldri að maður ekkert að yngjast, að þá veit ekki af því að líka að teygja meira til að koma í veg fyrir meiðsli. Þegar maður aldurinn færist yfir þá fyrirgefur líka mann minna. Já, akkurat. Svo hef ég aldrei verið upptekinn af mataræði. Ég hef svona elska borða sælgæti og snakk og leifum dálítið mikið af því, þannig að sumir segja kannski ef ég hefði verið skynsamari í mataræði þegar ég var að keppa hvað mest, þá hefði það örugglega hjálpað til. Því að ég var alveg forfallin í til dæmis hlaup. Já, elska hlaup og borðaði rosalega mikið af þeim og fyrir mikið í búðir fyrir helgar að kaupa mér nammi, þannig að ég veit ekki hvort að en ég borða náttúrulega líka hollt og hreyfi mikið, þannig að þetta ekki af áhrif. Nei. Þannig að svona í grunninn borðar hollan mat, já, en bara elskar að fá þér smá nammi og kukur og svona. Já, en það þannig að þegar ég eitt sumarið var ég að fara að keppa í Járnkall og hætti að borða nammi í 3 mánuð og þá náði ég mínum versta árangri, þannig að ég hugsaði með mér, þetta ekki að hafa nein áhrif, reynda að borða hollt, sko. En þetta áráttan, hún smitast kannski eins og æfingaáráttan, ég seti þetta yfirleitt í daga, nú ætla ég að hvíla mig 3 mánuð á nammi og mér tókst það. Ef ég set mér eitthvað skýr markmið, þá ekkert mál að fylgja, en ég búin að sjá það. Við erum alltaf búin að taka upp heilan þátt markmið. Akkurat. En gaman fyrir fólk kannski sem að hlusta núna að hlusta á þann þátt líka. Og þetta eins og, nú ég nýlega búin að byggja sánu heima og smíðaði bara sánu frá grunni og nota hana mikið og ég píni mig alltaf til að vera að lágmarki 15 mínútur og hittin yfirleitt 90 til 95 gráður og þá ég alltaf að hugsa 15 mínútur og stundum þar ég að pína mig því ég kannski nýkonar sundaæfingu og þá hugsa ég að nú bara eftir ígildi míns besta tími 3000, nú bara tíminn í heimsmyndi í 1500 metra hlaup eftir, þannig ég tengi allt við tölur dálítið í umhverfinu og þetta kannski eitthvað sem að mönnum finnst stór undarlegt en hjá mér þá bara finnst mér þetta eðlilegt að tengja þetta við tölurnar og það auðveldar oft sko að þegar ég að sitja inn í gufunni og á bara stuttan tíma eftir, nú bara ígildi heimsmets í 800 metra hlaupi eftir 1.41 eða 1500 sem 26.0, þannig að þetta svona hjálpa til að setja tölurnar í samhengi við þess að maður að gera hverju sinni og þegar maður var að stefna á einhverja tíma þá svona horfði maður alltaf á stóra samhengið og það hjálpaði manni, svona stefni átt að árangri. Já. Ertu eitthvað farin að fara í kalt að þið ert í gufunni? Fer eitthvað í kaldapotta? Já, ég farið mikið í kaldapottin í Suðurbælu í Hafnarfjörð og Ásvallalaug þar sem ég sendi mikið. Æðislega nýju kaldi í Suðurbælunni. Já, hann bara, ég segi hann svo kaldasti á landinu, þið sem að hlusta, farið í Suðurbælu, frábæri kaldi pottar. Þetta var alveg milli 2 hitastega þarna. Já, og þá ég yfirleitt 2 mínútur í kald og tek stundum 2-3 umferðir. Ef ég fyrir þann sem ekki eins kaldur þá byrja ég á 4 mínútum og svo færi ég mig yfir í kalda og tek 2 mínútur. En ég mun fá kaldan pott líka heima, þannig að þá svona stefnan að stunda það samhliða pottsánu og þá maður komið svona hálfgert spa heima. Þannig að þetta skiptis nefnilega, heitt og kalt. Og svo hjálpar þetta náttúrulega mikið þegar maður hreyfa sig mikið í endurheimt orku. Heldur það hafi hjálpaði mikið í svona í seinni tíð? Já, og sérstaklega þegar ég segi að því maður var að keppa mikið í þríþraut að maður kannski lélugur að hlaupa, fann til, þá gat maður einblínt meira á hjólið sem reynir lítið á engin högg eða farið í laugina.
Já, ertu að meina æfingamagni þegar Já, þú varst að æfa, já. þannig ég held ég hef aldrei getað æft svona samfleytt í 7,5 ár svona mikið nema því ég var að fara á milli mismunandi greina. En oft voru þetta kannski 12 til 14 æfingar á viku. Þetta fór mest upp í 20 tíma með vinnu, þannig að þetta var erfitt en ég var skipulöður og setti mig skýr markmið og það svona hjálpaði til, annars hefði ég aldrei getað náð þessu. Nei. En ég allan í dag þá finnst mér ekkert mál að taka 1 frídag. Ef það eru 2 þá sópi ég 1 en ég eins og ég segi, æfingadagbókin mín öll á Strava, allt sem ég geri þar. Þannig að fólk getur fylgst með mér þar og séð hvað ég að gera. Þannig að mér veist, ég elska svona vefi eins og Strava, það sem hægt að fá ýmsar upplýsingar. Og svo þessi blessuðu úr sem allir eru með. Það er svona stór hættulegt fyrir menn eins og mig að vera með einhver skrefateljara og fara að hugsa skrefin. Já, fyrir það að keppni við sjálfan þig. Já, þannig að en sem betur fyrir er ekki þar þegar kemur að skrefunum, en ég horfi samt stundum á því og það er gott að ná þetta mörgum skrefum á dag, vissulega. En manstu eftir deginum þegar þú braust, eins og úlingandi myndi að segja, braust stríkið, þegar þú varst búin að æfa í öll þessi ár og svo ekki þegar þú tókst fyrsta frídaginn? Já, mér fannst hann alveg ótrúlega erfiður, en það var af því að ég fór í hnéaðgerð númer 2 og ég bara nennti ekki að spila líka inni, að maður nennti ekki að fara að leggja það á sig að vera á fullu og æfa og vera bara á öðrum fæti. Þannig að það reyndist ekkert Þannig að þið var ýtt út í þetta. Það var ekki viljandi ákvörðun að Nei, en ég hefði samt að ég komin á þau tímamörkum eins og þú sagðir, þú spurðir held ég áðan, var þetta streituvaldandi. Og þetta var orðið streituvaldandi á ferðalögum. Og allstar það sem við vorum að ferðast á þurftum að vera á hóteli helst með líkansrækt. Og þannig ég gæti þá hjólað ef ég gæti ekki hlaupið, því að stundum bara er maður þannig í skroknum að maður er erfitt með að hlaupa. Og oft þurfti fjölskyldan þá að vera nálægt sundlaug líka, svo ég kemist í sund. Þannig að öll ferðaleg fjölskylduna þegar ég var að æfa hvað mest tóku með að því að ég geti æft. Þannig að nálægt sundlaug eða vera á hóteli eða eitthvað staðar þar sem maður var eftir að hreyfa sig. En nú eru börnin líka mikið íþrótta? Já, 3 börn og öll af þeim voru í sundi og eina af þeim var í sundi fram á úlingsári, en tvíburarnir mínu voru mikið í hlaupum og æfðu þau eru nú orðnir 24 og eru svona kannski búin að draga sig aðeins út úr þessu, en voru tvíburarnir voru allan bæði í landsliði á sínu tíma og mjög flottir íþróttamenn, þannig að þau eru kannski ekki hins upptökin æfingum og pappin sko, en æfðu alveg mikið en höfðu vita að kunna slaka á. Þannig að þau hafa ekki þessa fíkn mína. Ok, en það er nefnilega oft sko, þú veist, að því börnin gera það sem að foreldrarnir gera, þau gera ekki endilega sem við segjum. Nei. En þau oft, þú veist, þannig að maður getur verið góð fyrirmynd og ef þau sjá að maður er duglegur að hreyfa sig, þannig að líklega er bara að hreyfa sig. Já. En það er gott þá að þau tókut ekki alla leið eins og þú. Nei, en ég man það nú þegar maður hugsa tilbaka sko, að þegar ég var að æfa fyrir Játgalla þá komuðu stundum út að hjóla með manni, maður var að hlaupa 20-25 kílómetra, mjög ung sko, og létu sig hafa það að elda mann á hjóli sko. Það var ekkert auðvelt en allavega þá þótti þeim held ég svona bara gaman að fylgjast með þessu stúsi, en oftar en ekki þá voru æfingarna þannig að stundum var þetta svo eldsnemma á morgnana þeir vissi ekkert af þeim. Maður var kannski farin út í sundlu 20 mínútur yfir 5, tók sundæfingu og svo hjólaði maður í vinnuna og svo kom maður heim og tók kannski hlaupæfingu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þau eru hann öllu vön, en ég segir alltaf að koma æfingu fyrir með góðu skipulagi. Það er engin afsökun fyrir því að hjá fólki segja ég hef ekki tíma. Það er alltaf hægt að taka tíma og ég held að ég hafi sýnt það með því að æfa svona lengi samfleytt og gera það stundum óheilbrigðum tímum. Stundum, ég man eftir eitthvað tíma stakki upp á við félagana, við myndum hjóla 4 á nóttin helga til að væri ekki bílar á götunum, en þeir tóku því fálega, en við vinnir við stundum hjóla 5:30 og þá var maður komin alveg heim sko 8:30 og þá voru bara fólk að vakna heima, þannig að það var engin var við, eða þau urðu ekki vör við að maður væri búin að vera úti alla morgunin að hjóla, vissu við alltaf að því. Já. En bitnaði þetta aldrei á svefninu þínum? Ég svona held að maður hefði alveg þurft meiri svefn á tímabili og ef maður var fann að hjóla mjög snemma og fann að sofa 11 þá var maður að fá allt og lítinn svefn.
þannig að eflaust hefur það örugglega haft einhver áhrif á sko, líkamlega líðan, maður var oft bara drullu þreyttur og þeir sem eru að æfa mikið, þeir vita það að þegar álagið er mikið þá verður að fá svefn og ég held að ég hafi alveg fengið ágætis svefn en það var ekkert svo langur. Já. En ef þú færir núna aftur til, var það 2002 sem þú byrjaðir þarna? Já, svona þá fer ég að verða svona miklu ákafur í allum æfingu þó ég hafi verið að halda alla svona þegar ég var úlingur þá kannski miðað við að hvíla 1 dag í mánuði eins og ég er komin á aftur í dag. Já, ég ætlaði að segja, hverju myndir breyta, þú veist, ef þú færir aftur til dagsins í dag og hefði þá þekkingu sem þú hefur núna, hverju myndir breyta, hvað myndir gera öðruvísi? Ég hugsa að ég myndi örugglega hugsa meira mataræði og tilenga mér svona liðkandi æfingar í meira mæli og svo myndi ég kannski líka reyna að hvíla meira. Já. Og svo á hvíldar tímabilinu sem að maður gerði ekki, þá kannski myndi ég að gera ykkur allt aðrar íþróttagreinar. Það var ekkert hvíldar tímabil hjá mér í 7,5 ár og það er náttúrulega bara klikkun og ég er alveg viss að það hefði alveg getað kallað fram betra árangur að hugsa meir þetta á sínum tíma. En svo er það bara þannig að mér finnst stundum ef að ég er að æfa lítið að þá finnst mér ég verið í lélugu formi og þegar ég er að keppa sko dagana fyrir keppni finnst mér alveg hrunin af því þá léttum að sá æfingar á æfingum og mér finnst það sérstaklega erfitt stundum þegar ég var að fara kannski í einhverja sprettrautir eða játkall eða hvað þetta hérna og allt þá fannst mér ótrúlega erfitt dagan og undan að minnka álagið svona mikið og vera nánast að æfa ekki neitt. Var það andlega erfitt? Já, ég hugsa það en líka minn hann bara bregst oft við þessu minnkandi álagið þannig að hann virkar ótrúlega þreyttur en svo hverfur það þegar út í keppnir komið. Þannig að já þetta er mjög áhugavert. En nú ert þú rektor í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hvernig finnst þér sko þín íþróttaiðkun og þessi reynsla nýtast í starfi? Já, að því ég svona tilengja mér mikið aga og skipulag og verið dálítið skýri markmiðasetningi gegnum tíðina, þá þarf ég að vera það í þessu starfi líka. Og mér finnst alveg ég held að allt íþróttafólk sem að býr við góðan aga, það nýtir það í vinnu, það er bara þannig og í nám. Og maður sér það oft með afreksíþróttakrakkana sem eru í námi að þau eru rosalega öguð í vinnubröðum. Þannig að þetta hjálpaði mér bara mikið á mínum starfsferli. Og ég held að, eins og ég segi, finnst ég verið í ótrúlega skemmtilegu starfi. Þetta eru fjölbreytt verkefni sem koma við sögu og mér finnst ég vel undirbúin af því að ég er í góðu formi. Þannig að það hjálpa líka til að vera í góðu formi að takast á við oft erfið verkefni. Þannig að hreyfingin hjálpa manni alltaf. Það er bara þannig. Þannig að ég segi við alla sem eru í svona annarsömu störfum að það sem er mesta hjálpin er að vera duglegur, hreyfa sig og rækta sjálfan sig. Það skiptir bara öllu máli. En mér svo áhugavert þegar þú sagðir áðan á þessum 7 árum þarna þá taldir ekki göngutúr og lyftingar sem hreyfingu en þú gerir það í dag væntanlega. Já, ég verð nú að viðurkenna, ég lyfti ekki neitt. Nei. Og er svona aðeins fann að teygja á, gerir það mikið í gufubaðinu heima eða í pottinum eftir æfingar. En einhvern veginn að því ég syndi nú mest núna mundir að þá verð ég að viðurkenna einu teygjurnar sem ég tekir á efri líkama svona í tengslu við sundæfingarna, þær er ekki miklar sko, þannig að ef ég myndi fara 30 ár aftur í tíman eða meira þá myndi ég leggja miklu meira áherslu á liðleika. Það bara er held ég skipti öllu máli fyrir. Það er aldrei seint að bæta því við sko? Nei, og svo bara held ég að með hækkandi aldri, ég er nú 56 ára, þá þurfum maður líka að styrkja sig með lyftingum. Það er nú bara, ég er komin á það tímapunkt sko. Já, ég ætlaði að fara að segja sko, það er 100%, það er bara búið að sýna það núna með rosa mikið rannsóknum að sko það að sko lyfta eða bara stunda styrktar þjálfun, það er það sem er að auka lífsgæði fólks og líka langlífi. Þú veist, bara að vöðvafrumurnar, þú veist, það er bæði þola meira, þú veist, eins og að tala að vera nammigrís, þú veist, ef þú ert með mikið vöðvamassa, þá þarf vöðvarnir glýkógen, skilurðu, og þú raun og veru kemst upp með að borða óhollara, þó þessi ekki til holtendilega fyrir mann, sko, en líka bara, þú veist, auðvitað eru þólæfingarna líka mikilvægar, en maður verður eiginlega stunda styrktarþjálfun með.
Já, það er bara þannig og ég held að sko að því ég finnst, eins og ég sagði, sælgæti gott að þá get ég leyft mér mikið af því ég er svo duglegur að hreyfa mig. Þannig að ég veit nú ekki hvar ég myndi enda ef ég myndi ekki vera svona mikill hreyfifíkill. En mér finnst sko að þetta er bara lífstíl sem að fólk temur sér og maður heyrir af, maður sér það á Strava, það er fullt af rosalega það er bara margir sem eru mjög aktífir og eru að hreyfa sig mikið og það er náttúrulega bara jákvæmt. Og eins og í dag þá held ég að ég sé að gera þetta skynsamlega með við á árum áður. Nú kepp ég mikið í svona garpasundi, þannig að nú er ekki tiltökumál hjá mér að hvíla daginn áður sko. En það hefði verið eitur í mín bein fyrir 10-12 árum. Já, ég nota líka Strava. Ég nota þetta bara svona sem æfingadagbók. Mér finnst það gaman. Ég tek oft mynd af þeim sem, mér og þeim sem ég er með ef ég er í göngutúr eða mynd af töflunni ef ég er að, taka einhverja crossfit-æfingu eða eitthvað, þannig ég viti hvað ég var að gera. Og mér finnst það bara skemmtilegt þegar maður horfir svona aftur í tíman. Ég tók mitt 1 árið þar sem ég ákvaða að hreyfa mig hverjum degi. Og þá misti ég mitt úr 1 dag, saman þú þarna. En það var reyndar mitt árið, þá var ég bara eitthvað rosa veik eftir puffin run manni. Já, sem er nú ekki auðvelt hlaup. Nei, og svo árið seinna, þá tókst mér að klára þetta. Og svo minnir mig ég hafi bara viljandi tekið frí 2. og 3. janúar. Að því ég er alltaf með rosa flottan viðburð í himnasteganum 1. janúar. Já, ég kannast við hann, já. Þannig að vonandi mæta sem flestir á nýju ári. Við ætlum að safna 2025 ferðum, að því þetta er árið 2025. Já, það er gott markmið. Og svo ákvað ég að halda bara áfram, byrja aftur og var komin upp í, ég veit ekki hvað marga daga, en svo benti ein mér á, þú veist að þetta hefði orðið svona sálrænt streituvaldur fyrir hana þegar hún var búin að vera að gera þetta svo lengi, að ég mitt hugsaði bara, ég vil ekki að það verði þannig. Þú veist, ég vil að hreyfingin, ég sé að hreyfa mig af ánægju, ég sé að hreyfa mig að því að ég veit að það er gott fyrir mig, en ekki að þetta verði ég verð að komast. Þannig að ég ákvað bara svona viljandi þannig að brjóta þetta upp og núna hreyfi ég mig líklega 6 daga vikunar, myndi ég segja. Og stundum 7. Já, það er nefnilega af því þú segir sko gleðin eða ánægjan í kringum. Hún var eiginlega horfin hjá mér þegar ég svona var komin, þetta var orðið meira bara skyldurækni að ég var að æfa. Þannig á það ekki að vera. Ég var ekki að finna ég fór og synti eða hjólaði en þótti það ekkert skemmtilegt. En núna ger ég þetta því mér finnst það skemmtilegt og mér finnst bara fátt skemmtilegur en til dæmis að fara í laugina og synda og ég get á mjög auðvelt með að fara bara í laugina og synda rólega. En svo má ekki gleyma því að bara þessi félagslegi þáttur í kringum íþróttirnar, hann er dásamlega. Alveg sammála. Og nú á ég mjög góða vini bæði í sundinu og úr þríþrutinu á sínu tíma og frjálsónum, þannig að félagskapurinn er kannski það sem ég myndi sakna mest ef ég myndi hætta að stunda svona. Þannig að vera með, nú er ég búin að synda með sömu strákum á braut frá meir og minna frá 2003 þegar ég byrjaði að synda. Já, vá, 20 ár. Já, og ég byrjaði náttúrulega að synda þegar ég er 35 ára og ég kunni bara bringu þá. Þannig að en í dag get ég synt alla tegundi sunda og finnst þetta bara fátt skemmtilega en það ferða svo vel með kroppin. Já, er það ekki? Jú, og maður tekur algjöra svona killeræfing eða drápsæfing í lauginni þar sem maður ætti að vera alveg dauður en svo ertu búin að jafna þegar þú ert búin að fara í pottin og stígur upp úr honum. Þannig að, en ef þú tekur mjög erfiða hlaupæfingu þá þú kannski drepast í skrokknum í nokkra daga. Ég var allan að þannig að tekið mjög á að taka erfið intervöl eða tempóæfingar og maður var alveg 2 daga kannski að jafna sig eftir þær. Nærðu púlsinum jafn hátt upp í sundi eins og í hlaupum? Er það ekki erfitt? Nei, nú er nýjasta Garmin-úrin þannig að maður sér púlsin á sundæfingum og mér sýnist að muni sko kannski hjá mér 15 til 20 slögum. Ég er svo sem hef aldrei verið upptekinn af púls á æfingum en ég er með frekar lágan púls þegar ég var í hlaupa ákefð. Þannig ég man eftir að hafa mælst með 180 á einhver æfingu þegar ég var einhverjum mjólkursýruprófi. En ég hef eflaust fyrir hann hærra í keppni. En ég finn það alveg í sundinu að púlsinn og hjólinu að púlsinn er að fara miklu minna upp heldur en því ég er að hlaupa. Já, ég tók einhvern tímann eftir þess að við vorum að gera eitthvað, ég man ekki af hverju ég var ekki að hlaupa, heldur var ég að róa
og mér fannst ég alveg búin á því, en púlsinn náði sko ekki nærri því eins hátt á róðravél eins og því ég var að hjóla sko. Já. Nei, að hlaupa. Að hlaupa, já. Það er eins og hann fari bara hæst úr að nota einhvern veginn alla vöðvana í hlaupinu. Já. En það kannski bara, kunnum við ekki að ná honum nógu hátt upp í róðrinu, við Nei, erum kannski kannski ekki nógu mikið atvinnufólk þar. Kannski. Þannig að það er möguleiki, en það sem ég finnst líka dásanlegt við sko hreyfingun að ná púlsinum almennilegu upp og njóta þess eftir á. Það er svona kikki sem maður fær. Einmitt. Ertu með einhver góð ráð til þeirra sem að hlusta? Já, ég segi náttúrulega alltaf við fólk bara vera duglegt að hreyfa sig í því sem það finnur ánægju í. Og það er svo margt í boði, þannig að allir að geta fundið eitthvað við hérna hæfi en ekki láta daga fjölda eða mínútur og klukkutíma ná tökum á okkur. Gerið þetta bara til að njóta. Það er svona það sem ég finnst í dag númer 1, 2 og 3. En hérna, nú nýtt hérna í EMH, ég er svo glöð að við sitjum hérna í EMH að taka upp þáttinn, það er langt sem ég tekið upp hér, skemmtilegt, en hérna það er nýtt afreks íþróttaval, þannig að það geta nemendur sem að æfa mikið, geta nýtt sem sagt æfingarnar sínar upp í einingar sem í staðan fyrir val. Já. Minnst þetta svo frábært, hver var svona hugmyndin á bakvið þetta? Sko nú það þannig að við erum með fullt afreksfólki í öllum framhaldsskólum og það verið að reyna að byggja þeim svona betra umhverfi til þess að verða afreksíþróttafólk. Og að vera afreksíþróttamaður þá ertu ekki bara að æfa, þú ert að fá fullt af fræðslu frá félaginu, þú ert að tileinka þér betra mataræði, skipulag, aga og allt sem fylgir því að ætla ná langt. Og þessi krakkar hjá okkur núna, þau geta valið sér afreksíþróttaval og gera það þá í samráði við fagstjóran í líkansrækt og skrifa svo undir samning og þjálfarinn þeirra þarf að skila svo skýrslu til okkar hvernig þau æfa og við vitum að þetta yfirleitt miklu fleiri klukkutímar en þau raunverulega ætti að fá fyrir í raun. En við vildum líka skapa umhverfi þar sem að íþróttin, að við vitum og læri svo mikið sem afreksíþróttamaður. Þannig að það er mjög auðvelt að heimfæra þetta inn í námið eða láta þetta vera hluta náminu og nú eru bara margar góða fyrirmyndir hérna, við erum með MK, við erum með Flensborg sem eru svona kannski í fararbroddi þegar kemur afreksíþróttum, horfum dálítið til þeirra og okkur fannst við hæfa að byrja með afreksíþróttaval þannig að þau geta nýtt sér frjálsval á öllum brautum skólans sem að kemur þá inn í staðin fyrir bóklega áfanga og við erum bara strax á þessari fyrstu önn með rúmlega 30 nemendur í þessu afreksíþróttavali sem bara frábært í mjög mörgum mismunandi greinum. Já, ég held ég að við talið að ég mann ekki alveg en þetta var mjög margar mismunandi. Hátt í 15-20 greina minnum. Já, ég held það náttúrulega. En þannig erum við að skapa svona sigrum fyrir krakkana að þetta getur verið hlut af formlegu námi og ég tel það sé ávinningur bara fyrir samfélagið að þessi krakkar geti notið þess því að mörg þeir eiga eftir að ná mjög langt í sinni íþrótt og sum þeir að verða fulltrúar Íslands á alþjóða vettvangi. Svo eru líka margir sem að tileinka sér að fara út í þjálfun og leið góðar fyrirmyndir fyrir það sem yngri eru þannig að ég held að sé alltaf vinn fyrir samfélagið ef að skólar bjóð upp á svona stuðning við afreksíþróttafólk. Þannig að við erum stolt að því að hafa farið að stað með þetta og að vera gaman að sjá hvernig þetta þróast á komandi misserum. Já, sérðu fyrir að það geti jafnvel orðið einhvern tímann braut? Það er alveg möguleiki, við útilokum ekki neitt á þessu stíu og nú náttúrulega erum við komið með svo flottan afreksstjóra hérna hjá ISI og mennta- og barnamálaráðuneytinu Vésteinn Hafsteinsson sem ég þekki vel og hann kom nú hérna í heimsókn fyrir önnun og gaf okkur góð ráð og Ellingur Jóhannesson líka hérna sem er prófessor í íþróttafræði við HÍ þannig að við fengum gott fólk sem er að hvetja skólana til dáða og við tókum bara strax við boltanum ákvaðum að fara út í þetta og ég efast ekki að fleiri skólar stökkva vagnin í náinni framtíð. Af því oft fer það saman að standa sig vel í námi og vera afreksíþróttamaður. Við höfum séð mörg dæmi um það og maður hefur séð líka marga nemendur sem hafa verið að fara á skólastyrk erlendis og staðið sér fram og skanandi vel í íþróttum en ekki síður í náminu. Einmitt. Það krefst nefnilega aga. Þetta er þessi skipulagning. Þess vegna standa þessu oft svo vel í náminu líka. Já, ég held að sé bara frábært ef að skólar geti gefið þessum krökkum sigrum til að sinna hvoru tveggja og nú hefur verið talað að eftir að
námi til stúdentsprófa að umfanginu var breytt, þannig að nú eru svona stærstu hlutina að klára á 3 árum að nemendur hafi ekki og afreksíþróttafólki eins mikið tíma áður en með því að hafa þetta sem hlutaformlegu námi þá erum við að skapa þeim meira sigrum og búa þau betur undir það að geta náðu langt í sinni grein. Já. En finnst þér verið að skapa rými fyrir skólana til að geta gert þetta? Fjárhagslegur stuðningur, stuðningur við... Og ég held að sumir skólar eru vel í stakkbúnir að gera þetta og ég held að við í MH við getum tekið á móti bara nokkuð stórum hópi inn í afreksíþróttavalið en við þurfum náttúrulega að vinna þetta með þeim sem í kringum okkur og krakkarnir eða nemendur eru að koma úr eins og kom fram fullt af mismunandi greinum og ef að þau þurfa að fara í ferðir á skólatíma þá fá þau ákveðin segjanleika líka í náminu og mér finnst þetta eitthvað sem að allir framhaldsskólar ættu að gera, finnst ekki spurning. Já. Hvað gefur það þjóðinni að eiga gott afreksfólk? Við erum alltaf svo stolt þegar við sjáum okkar afreksíþróttafólk ná langt í sinni grein og við eigum svo marga með að við erum bara lítil eyþjóð í Norður-Atlantshafi að nálgast nú að verða 400.000. Þannig að við eigum vonandi eftir að eiga fullt af flottu afreksíþróttafólki að komandi árum. Þannig að ég efast ekki að svona þessi liður framhaldsskólan í að skapa þeim umhverfi að það sé svona innspýting og við erum að sjá til dæmis í MK þar sem við erum með risa hóp, með minnir að hvort það sé 200-300 nemendur á afreksíþróttasviðinu, risa hópur. Mér finnst þetta alveg dásanlegt að sjá unga fólki nýta þessi tækifæri. Já, ég sá nú bara í morgun eða í gærmorgun að þá voru risastór hópur bara á fótboltaæfingu klukkan 8:30 eða eitthvað, niður á Breiðablik, Kópavogsvelli og ég hugsa að þetta hlýtur eiginlega að vera frá þeim. Það engin annar sem getur eftir þessum tíma. Þetta hlýtur að vera einhver skóli. Þetta voru nemendur á þessum aldri. Já, maður sér bara eins og hjá stóru íþróttafélagunum að iðkendafjöldin alveg rosalegur eins og hjá Breiðablik og eru með stærsta klúbbin í landinu til dæmis í knattspyrnunni. En ég efast ekki að svona þessi liður skólan í að bjóða upp á afreksíþróttir og afreksíþróttaval að þetta eftir að vonandi fjölga afreksíþróttafólkinu. Það það sem við viljum. Af því að þau læra svo margt og þau tilhenga sér svo margt gott. Mér finnst líka bara íþróttir skipta svo miklu máli fyrir samfélagið. Þetta þjappa fólki saman. Við komum saman að horfa á íþróttir og þetta gerir svo mikið fyrir samfélagið heilt, ekki bara einstaklingana. Já, ég hef nú oft vitnað mikið í Viðar Halldórsson sem að talar félagslega töfra og íþróttirnar eru þar. Við sem iðkendur erum að hitta fólk og eigum í fullta samskiptum. Við sem foreldrar förum á íþróttaviðburði, hittum aðra foreldra, hittum líka iðkendur þar. Þannig að þetta laðar fólk, dregur saman fólk úr ólíkum áttum og það það dásamlega við íþróttirnar. Það getur örugglega rofið félagslega einangrun hjá krökkum sem að byrja að æfa ef þau byrja að æfa íþróttir þá eru svona minni líkur að maður verði mögulega félagslega utanveltu. Þannig að það svo margt jákvætt sem að fólk getur tekið með sér úr íþróttunum inn í lífið. Já. En svo náttúrulega hinhliðin af peningnum. Verið að afreksvæða of mikið. Ég vantar bara að fólk geti eftir sína íþrótt bara eins og unglingar hætta oft, finnst mér árið fyrir framhaldsskólan eða í fyrsta ári framhaldsskóla hætta að æfa. Vantar kannski bara eitthvað svona sveigrum fyrir því að æfa án þess að keppa, án þess að þurfa að vera eitthvað framúrskarandi. Já, ég held að í mörgum klúbbum afreksvæðingin mjög mikil. En svo aðri klúbbar sem að vilja allir taki þátt því að sumir klúbbar eru búin að átta sig á að þessi sem að ekki afreks að það eru þeir sem enda oft í sjálfboðaliða störfum fyrir íþróttarhreyfinguna og að láta gott að sig kveða, fara í dómgæslu, þjálfun eða að vinna í stjórnarstörfum eða eitthvað slíkt. Þannig að mér finnst það líka að skipta máli að öll félög bjóða upp á eitthvað fyrir hinn almenna iðkenda þannig að hann geti gert þetta bara sér til gamans og fengi eitthvað félagslega út úr þessu og svo vonandi endar hann á því að starfa og tengjast klúbbnum. Þannig að sem betur fyrir þetta víðalögð áhersla á þetta. Við höfum nú einhvern tímann rætt líka saman að það yfirleitt ekki sá sem besti íþróttamaðurinn sem verður besti þjálfarinn. Besti þjálfarinn ofta einhver sem var bara svona meðal. Já, það oft þannig að maður sem marga ótrúlega flotta sundþjálfara sem ekkert endilega góðu sundmenn sem dæmi. Já.
Ég gerir nú oft grína sjálfri mér, sko, en nú kendi ég skólasundi mörg ára áður en ég byrjaði að kenna hérna í MH og ég var að keppa á CrossFit móti þar sem var sund í einu vottinu og þegar vottið var búið, ég var virklega bara næst síðasta sætið eitthvað, þetta var svona sund og hjól, sund og svona assault bike og þá sagði einhver með mig, ert þú ekki sundkennari? Og ég lág svo mikið, ég sagði, jú, ég er mjög góð að kenna sund. Já, þetta það dásamlega við íþróttirnar að þú þarft ekkert að vera framúrskarandi í einhver íþrótt til að vera góður leiðbeinandi eða þjálfari. Þannig að mér finnst það svona, það eitt og sér getur dregið örugglega marga bara inn í þjálfununa og okkur vantar alltaf góða þjálfara. Það er bara þannig, þeir eru ekkert of margir, ef ég horfi á þá grein sem ég þekki best eru frjálsar íþróttir sem ég er búin að starfa mikið í gegnum tíðina. Þar vantar bara góðan efni við í þjálfun. Hvað getum við gert betur þar þá? Já, ég hugsa að við þurfum einmitt að leggja áherslu á það sem ég sagði áðan að halda fólkin inni sem almennum iðkendum og hvetja þau til dáða þannig að þau sé ekki, við sem ekki afreksvæða hópin heldur, og kynna betur fyrir þeim hvað er þetta að gera meira en að vera bara iðkandi. Og ég sé það bara í deildinni sem ég starfi og sitt í stjórn frjálsdeildar FA og þar eru mjög margir eldri iðkendur sem ekki afreksfólk sem eru komnir út í þjálfun og það er alveg frábært. Og þannig viljum við að sjá þessi iðkendur sem sko eru svona að hugsa á ég að minnka eða á ég að hætta að þeir fari þá inn á þær brautir. Það væri óskandi. Það væri hægt að gera það allstaðar. Já, ég og örugglega miservitt eftir íþróttagreinum sko að draga þennan hópinn. Já. Myndirðu segja þú væri alæta á íþróttir? Já, ég les nánast allt upp til agna íþróttir og mér finnst ótrúlega gaman að fara að skoða tölfræði kringum íþróttir. Fyrir oft inn á NBA og skoða tölfræði líka bandaríska ruðningin, fótboltan, þannig að ég elska tölur í kringum íþróttir og fylgist svona vel með flestum íþróttum. Þannig að ólympíuleikarnir voru algjör veisla fyrir mig. og mér þótti líka gaman að horfa á Paralympics, ólympíuleika fatlaðra, alveg ótrúlegt íþróttafólk þar á ferð. Íþróttafólk, ég er svo sammála. Og eins og ég segi, ég er alæta á íþróttir og fylgist líka, les líka til dæmis fréttir skák, fylgist með því og skoða elóstíginn og þannig að ég er svona, ef það eru tölur komið með sögu, þá finnst mér einstaklega gaman að skoða þær. En þú myndir segja aðal áhugamálið er íþróttir, eða sem sagt tölurnar tengdar þeim? Já, tölurnar tengdar þeim. Og mér finnst bara þessi aukning á tölfræði kringu greina, það er mjög skemmtileg. Bandaríkjamenn eru fremstir í flokki, þeir náttúrulega eru ótrúlegir þegar kemur að svona greiningum á íþróttum. Það er svo hægt að finna svo margt. Þannig að fyrir mig sem er svona, ég ætla ekki að segja, ég gæti verið svona tölufíkill af því ég var alltaf svo upptekinn á tölum í gamla daga, kílómetrum og að þá er þetta bara dásemdin ein að sjá þessar tölur og að vera með æfingadagbók þar sem maður getur skoðað ýmislegt sem að tengist daglegri líðan. Nú getur skoðað svefnin og hvað út með mikið djúpan svefn og allt milli himins og jarðar, skrefin og hvenar á deginum ert að ganga mest og svo framvegis. Þannig að þetta er svona spennandi hlutir fyrir svona þá sem hafa áhuga á tölum. En maður kannski þarf að passa að þetta verði ekki svona þráhyggja eða eitthvað svona kannski. Nei, akkurat. Ég var einmitt bara í dag, í morgun var til dæmis fréttum leikstjórnandi bandaríska ruðningur sem átti 18 sendingar og allar voru það fullkomnar og svo skoraði nokkuð touchdown. Þannig að þetta var 100% nýtt á sendingum og þetta aldrei gerst áður í sögu NFL. Þannig að ég fór strax að skoða tölfræðina og flettu honum upp og vildi svona forvitnast þetta. Þannig að þetta svona allt til þetta í Bandaríkjunum sko. Og þetta náði á síðurblaðan á Íslandi sko. Það er skemmtilegt. Það er gaman. Hvað er svo framundan hjá Steini? Nú aðra helgi er ég að fara á Norðurlandamóti í Malmö að keppa í sundi. Já. Það er búið að vera svona gulrót ákvaða, þetta er hvað þriðja Norðurlandamóti sem ég teki, búin að taka 2 undanfarin ár og er að fara til Malmö og ætla að spreita mig í 200 metra fjórsund og 200 metra baksundi. Að öllu jafni hefði ég vilja keppi 4, 4 og 4 skrið en þær voru ekki í boði núna. Bara ekki keppt í þeim greinum? Ekki, þeir keppa kannski annarkvert ár í þeim greinum. Já, svoleiðis, okay. En það eru svona mínar aðalgreina, 4, 4 og 4 skrið. Er þetta svona þið gæti garpasund? Já, en
þú verður garpur 25 ára í sundi Ó, og svo er alltaf keppt í 5 ára aldurslokku þannig að ég er að keppa í 50, 59 ára ok. og og mér finnst eins og ég segi þetta er búið að vera gulrótin allt árið og svo er Íslandsmótið alltaf í maí í Garpasundi og svo er mögulega einhverju minnimóti inn á milli þannig að svona þetta er það sem að heldur mig við efni er sundið Gaman að því. en það sem ég kannski minnst gert að því ég hjólaði rosalega mikið það er kannski svo grein sem ég mjög lítið keppt í líður ekkert vel að hjóla í einhverju risa hóp og vera beint fyrir aftan menn því að maður er búin að sjá svo mörg hjólurarslys í gegnum tíðina þannig að ég keppti kannski helst í tímatökum þar sem þú mátt ekki hjóla í hóp heldur verður að vera einn tímatökuhjóli eða þríþrautahjóli. En þú lésti hafa það í þríþrautinni? Já, þá náttúrulega mátt ekki hjóla, þá mátt ekki draft eða vera í kjölsóinu þannig að þú verður að vera í ákveðni fjallega frá næsta manni. Okay. Þannig að þú getur ekkert nýtt kjölsói þannig að það hendaði mér vel, það er svona minni slysahætta segi ég. Já, hvernig þríþraut varst að keppa í? Ég keppti bæði í sprettþrautum og hálfum játkalli, ólympískur þraut og játkalli og Hvað er skemmtilegast? Þannig að ég hugsa svona að mér hefði þótt játkallin skemmtilegastar af því það er mesta þolraunin. En svo hef ég líka keppt í marathoni og 6 klukkutíma hlaupi og fullt af ýmsum sundum. Þannig að maður er svona gert mjög mikið í gegnum tíðina. Þannig að en svona seinni tíma keppnir hafa verið fyrst og fremst sundkeppnir. Þannig að þríþrautaferillin honum er lokið sko. Þannig að ég tek kannski eina sprettþraut en ég tók enga í ár til dæmis og þannig að ég svona væri alveg til í að keppa og pröfa aftur eina þraut en það væri bara meira til gamans. Já, en hnén kannski leyfi ekkert að hlaupa mikið. Þannig ég get hlaupið svona stuttarvegalengdir en ef það er eitthvað of langt þá hugsa ég sé að fara illa með líkamann. Þá er það ekki þess verði. Nei, þá er ekki þess verði. Og það er alltaf þannig leið og ég byrja að hlaupa þá vil ég alltaf hlaupa meira og meira. Þannig að ég er svo fljótur að gleyma mér. Þannig að ég veit bara að ef að ég fer að hlaupa mikið þá verða hnén ekki góð á efri árum. Þannig að ég vil frekar eiga góð hné. Skynsamlegt. Já. Við fáum bara 1 sett. Já, það er bara þannig. Þannig að ég er ekkert spenntur fyrir að þurfa að fara í hnjáliðaskiptið eitthvað slíkt í framtíðinni þannig að það er betra að sníða sér stakka til vexti. Eitthvað að lokum? Er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrjum sem þið langar að koma á framfæri? Eða? Já, ég bara hvet alla til að hreyfa sig, vera duglega að rækta sig sjálf og fara út og ganga, hlaupa, hjóla, synda eða gera eitthvað annað sem að gefa því styrk og ánægju. Ef veitir styrk og gefa þeim ánægju þannig að það er svona verið mitt motto núna í seinni tíð, bara að gera það sem ég er gaman að gera þegar kemur að hreyfingu og það er svo margt skemmtilegt í boði að allir eiga að geta fundið eitthvað við hæfi. Og ekki gleymi ykkur í tölunum og tölfræðinni. ekki vera svo steinn. Nei, ekki vera svo steinn þegar kemur að því. Einmitt. Það er allt gott í hófi, er það ekki bara? Jú, við getum enda á þeim nótum, allt er gott í hófi. Já, æðislegt. Það er bara takk fyrir að gefa þið tíma, virkilega gaman að spjalla við þig. Já, sömulegis gaman að vera og ég vona að fólk njóti þess að hlusta á okkur. Æðislegt, takk. Já, takk. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla. Einnig býð ég upp á heilsumarkþjálfun annarkvæmt miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Þannig að ef að þið langar að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá er frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.